Komið sælaskunnar aftur, enn og aftur. Fallegt veður í kvöld. Þið sem eru að velta fyrir ykkur af hverju ég er að þessu brölti. Einfalda svarið er bara að þetta er svo gaman. Já, síðast var ég að tala um ferðalag. Tilvera okkar er undarlegt ferðalag. Sko, það er ekki fyrir að við skiljum hlutina sem að við getum komist almennilega áfram. Ef við erum stökk í einhverjum heilabrotum eða með einhverjum spurningar, þá erum við einmitt það, þá erum við sko föst. Við leið og skilningurinn kemur inn og förum við að geta mjakast áfram og komist út úr okkar eigin hugsunum. Því oft eru það bara þær sem eru að flækjast fyrir okkur. Það er manneskja hérna sem er að færa sig úr stað yfir í eitthvað betra en það sem áður var. Sem er gott mál vegna þess að hún er búin að gangi gegnum þetta ferli, þetta skilningsferli sem ég var að tala um. Og það sem að áður stoppaði hana, stoppar hann ekki lengur því að hún er komin með lausnina. Hún er búin að fatta gátuna, svara við gátunni. Og það verður svolítið töff svona til að byrja með. En ekkert mál þegar að hún er komin yfir svona mestu hindranirnar. Þessar hindranir eru aðalega bara í samskiptum við annað fólk. Og annað fólk sem að er svolítið bara að flækjast fyrir henni óþörfu. Og það er kannski hennar að stíga svolítið út úr því. En hvert er hún að fara? Hún er allavega með verndina með sér, þannig að hún þarf ekki að óttast á leiðinni. Já, hún er að fara út í óvissuna. Þetta er pínlítið framhald af því sem að ég talaði um síðast. Hún er svolítið að fara inn í það sem að hún þekkir ekki. Sem er bara allt í lagi, hún tekst á við það bara með miklu hugrekki og er með rétta hugafarið að hún sé nákvæmlega það sem hún eigi að vera. Og þetta ferðalag sé að færa hana þangað sem hún á að vera. Leið hún kemst á áfangastað
hver sem hann nú er, þá mun hún eflast og styrkjast og þá mun hún geta látið ljós sitt skína almennilega sýninguspilin, því að ljósið hérna megin er ekki alveg eins og best verður á kvasi. Það er hérna verndarengill og síðan er það óþekkt svæði, óþekkt lönd og óþekkt umhverfi. Hún kemst á leiðarenda, það er ekki spurning. Sko, það sem er áberandi hérna er að þetta er allt frekar óljóst. Ég fæ ekki mjög skýr svör. Hvorki í spilunum eða gegnum innsæið. Það er einhver ástæða fyrir því. Þannig að við fylgjum því bara. Vinur þessara mannsku áttur að hjálpa henni þegar að hún verður komin á áfangastað. Vinur eða vinkona. Myndast hérna mjög falleg vinatenging. Og hún þarf ekki að vera hrædd að standa einu uppi. Manneskjan er að klára hérna erfiðan feril. Loksins búin að vera að gangi gegnum erfiðleika, búin að gangi gegnum óheiðarleika. Það hefur verið gert á hennar hlut og hún hefur jafnvel verið svikin. Það hefur allavega ekki alltaf verið farið að lögum og reglum og hlutir hafa verið gerðir svona í skjóli nætur, skulum við segja. Þannig að því ferli er lokið og þessi manneskja getur varpað öndinni léttar og tekið fagnandi því sem að höndum ber. Að hafa trú á því sem er ómögulegt. Það getur verið svolítið erfitt örugglega. En þegar við pælum í því þá eru kraftaverkin alltaf að gerast í kringum okkur. Og það er alltaf eitthvað ómögulegt í gæsalöppum að gerast, eitthvað sem á ekki að vera hægt og þar fram eftir götum. Þau eru bara ekki kölluð kraftaverk, svona dagsdaglega. Já, hér höfum við sömu orku og er hérna í spilinu hérna, áttunni sverðum. Þarna er orkan stopp og manneskjan líka. Og það er í raun og veru bara hennar að sleppa og leyfa orkuflæðinu að komast aftur í gang. Kannski er manneskjan að halda í eitthvað gamalt, halda í gamlan sársauka og gera það ef til vill ómeðvitað. Þá er bara að jarðtengja sig og reyna að komast út úr því ferli. Nota innsæið sem okkur öllum er gefið.
hlusta á líkamann, hlusta á líðanina, hvernig hún er og þessi tilfinning sem við fáum þegar við vitum að eitthvað er annarkvort rétt eða ekki rétt. Það getur verið á báða bóga. Já. Eitt lokaspil. Svona til að sjá hvað við að spyrja um. Er manneskjan komin á þann stað sem hún á að vera á? Já, það er alveg bara skýrt. Skýrt já. Ok, þetta er fyrir einhvern veginn úti. Þarf ekki að vera endilega framhaldið af því sem ég var að tala um síðast, en minnir óneitanlega á það. Og það er stundum svona með þessar lagnir, með spilin, að þau segja stundum framhaldssögu. Og ef til eru að gera það í þessu tilviki. Og það er þá bara einhver sem þarf að heyra það. Þá þakka ég fyrir í kvöld og enda á því að senda ykkur ljós og kærleika eins og ég geri alltaf.